Þetta tap í leik sem að kannski maður haldið að þið gerir kröfu á að vinna. Var þetta vanmat eða hvað klikkaði? Já, maður setur nú alltaf kröfu á að vinna alla leiki. Allavega er alltaf stefnan. Nei, kannski ekki vanmat. Það er alltaf erfitt að vinna körfuboltaleiki þegar þú gerir svo mörg mistök. Við erum að tapa 18 boltum, það er að taka 12 sóknir frá burt. Við erum að velja, við erum í lélegt skotval og sérstaklega í fyrri hálfleik og síðan í síðustu 5 mínúturnar. Mér fannst við verið með svona meðvitinn með okkur í seinni hálfleik. En síðan bara kemur hann að síðustu 3-4 mínúturnar þar sem við erum að tapa 4-5 boltum og við erum að velja léleg skot kannski í sókninni og náum ekki góðum skotum. Og þá komast það bara á bragði. Það var svona ákvörðunartaka en það var ekki góð það. En alls ekki vanmat. Mikið mist, bara að þú gerir fullt mistök. Já, þið byrjið seinni hálfleik mjög sterkt. Maður hélt þetta, nú værið þið bara komnar svona í ykkar gír. Hvað var það eiginlega sem að, var það bara Haukar sem stoppuðu runnið eða var það, eins og þú segir, slæm ákvörðunartakan að... Já, ég er bara fullega verið fyrir þessu Haukarlið. Þetta er ungar og flotta stelpur en við erum svona stundum sjálfum okkur vestar. Við spilum rosalega vel á göflum og síðan allt í einu bara erum við hikandi og erum að henda boltana frá okkur og við erum svona ekki alveg að stjórna tempóinu í leiknum eins og við getum gert, eins og við erum búin að vera að gera í stuttum sprettum. Við erum alveg svona rosalega mikið jójó, eins og er. Þetta er náttúrulega tiltölulega breyttur hópur, nýtt lið þannig séð. Eigið þið bara eftir að slípa ykkur betur saman, eins og segið, þið eru svolítið búin að vera jójó? Já, þetta er bara klisja og maður getur sagt þetta til hvern einasta leikur. En já, reyndar, það eru nýju leikmenn sem eru að koma og ég er náttúrulega nýþjálfari með mína leikbók og það er líka bara svona eftir svona leiki þá er ég eiginlega bara svona sannfærður það, leggja meira á sig, gefa þessu meiri tíma. Þetta á eftir að virka, við erum búin að leggja aðeins meira á okkur og vera jákvæðir á svona höfðfastlega uppbygging. Takk.